Gott kvöld og velkomin í laugardagskvöld. Það fínn þáttur framundan. Þingmaður, rockgoð, popgoð, góðsögnir lifanda lífi og hörkutónlist frá efnilegustu rocksveitin okkar með áherslu á rock. En síðast en ekki síst frumsýnum við í lok þáttarins myndbandið við Eurovision-lagið okkar og heyrum þar í fyrsta sinn loka útgáfu lagsins með enskum texta og nokkuð breyttri útsetningu. En fyrsti gestur minn tengist því lagi ekki neitt. Hann tengist hins vegar hundruðum eða þúsundum annarra laga og löngu orðinn góðsögnir lifanda lífi. Ég kynni hann ekki frekar í bili, Björgvin Halldórsson. Þessa var að sæl, velkomin í þáttinn, gaman að fá þig. Takk. Liggur ekki vel á þér? Jú. Já, ekki? Ágætu stuði. Já, gott. Ég var heilmikið undirbúinn fyrir þetta viðtal og var að lesa meðal annars þessa ágætu bók sem að þið Gísli Rúnar gerðuðu saman fyrir þar síðustu jól. Já. Og þá sá ég með þetta mikillar skelfingar að einn kaflinn heitir Viðmælandinn og þar kom fram og þú mættir aldrei svona viðtöl öðruvísi en að draga fram Viðmælandann sem einhver ein útgáfa af þér. Já, Gísli náttúrulega alveg sérstakur sko. Já, þú ert örugglega með, eitthvað af Viðmælandanum og hæfilegan skammt af söngvarunum og töluverða góðan skammt af stráknum úr Hafnarfirði. Já, það gott. En það rétt sem hann segir í bókinni að þú svona, sérstaklega áður fyrir, þegar þú mættir í viðtöl, þá settir upp ákveðna grímu, þá svona, vildur ekki einhvern veginn opna allar... Já, þetta náttúrulega svolítið út af því að maður var svona kannski svolítið feiminn og líka í byrjun þegar maður var svona gífurlega þekktur, 69, að þá fór maður að taka eftir alls konar áreiti, það þekkti mann hver einasti maður og maður fór að finna fyrir því að þessu fylgdi töluverð ábyrgð og svona og þá fór maður náttúrulega að hugsa með sér, maður verður eiginlega að vera svona í vissum stellingum sko fyrir þetta og eins og menn í showbusiness bara gera og leikarar, söngvarar, stjórnmálamenn. Einmitt. Og vinniðinni segja mér að þegar þú fyrst varst frægur sem að gerðist það eiginlega óvart, þú dast inn í Bendix. Já, alveg óvart. Já. Og ert allt í orðinn svona rosalega frægur, að þá hafirðu fyrst komið í viðtöl og bara látið allt flakka og verið bara þú sjálfur. Já. Og síðan farið að lesa þetta daginn eftir og... Þá rann upp fyrir manni ljósið sko, það því að maður var nú ekkert að, maður sko lifði bara fyrir líðandi stund og var ekkert að taka þetta alvarlega sko. Og lét ýmislegt vaða. Og það var allt í lagi, sumt komst til skila en það var líka ýmislegt sem að ég yfirleitt sagði ekki eða hann var í svona miklu stuði, pennin sem var að skrifa sko, að þá fór maður að hugsa með sér, það maður þarf nú eiginlega aðeins að vanda sig hvernig maður fá að lesa þetta yfir og svona. Já, einmitt. En var ekki líka, rétt eins og Elvis var sendur í herinn sko í Bandaríkjunum, var ekki verið að reyna að taka þig aðeins niður líka, ég meina blöðin, ég las hvað Gísli Rúnar setur inn í bókina. Já, þetta allt í bókinni góðu. Já, og þar segir í Alþýðublaðinu sko, jú, auðvitað ratar hann stöku sinnum á rétta tóna. Já, þetta var svona, það var hörð gagnrýni þarna og það var ekki lust við að það væri svona smá, svona öfund og illkvittni svona í sumum. Af hverju var það? Ég bara veit ekki. Þetta hafði náttúrulega, svona lagað hafði ekki gerst áður hérna, svona músefjun eins og var í þessa tíma sko. Já, það er ekki ofmælt að kalla það músefjun. Lýstu aðeins fyrir okkur. Þeir voru sko, þetta gerðist ellendis. Já, einmitt. Þú sást þetta í bíó og svona. Einmitt. Lýstu aðeins fyrir okkur því sem að heitir og hét þá í öllum blöðum Bjöggaæðið. Segðu okkur bara aðeins frá því hvernig þetta var. Já, ég meina að þetta voru náttúrulega öðruvísi tímar heldur en í dag sko. Þetta náttúrulega, þetta er svo mikið öðruvísi heldur en í dag. Það var sjónvarp í Sauðaleitunum 2 í viku, skilur. Það var einn dægulaga þáttur í Ríkisútvarpinu á miðvikudagskvöldum og óskalögu sjúklinga og óskalögu sjómanna og svo var Kaninn. Þetta var náttúrulega svo alveg sko, þetta var náttúrulega áður fyrir 69, ég er að tala um svona 60s. Já, akkurat. Og þetta var náttúrulega allt öðruvísi heldur en núna. Já. Og þú veist hvernig þetta er núna. Já. En Bjöggaæðið, já, þetta var náttúrulega alveg sérstætt sko. Við náttúrulega vorum þarna í þessari hljómsveit, við vorum saman í Fláes 3 og fengum ekki að vera með í Trúbrot. Þeir Hljómar og Fláes slóðu saman og við erum eftir. Ég, Arnar og Sigurjón Sighvatsson. Já. Af hverju varst þú ekki með?
Ég bara skil ekki til því. Men hefur ekki spurt Gunnar Þórðar og þessa menn að þessu? Jú, þetta var bara hljómandi, náttúrulega, ég var alltaf hrifinn af hljómanum og komst loksins í hljóma. En þetta var bara Gunni Jökull og Kalli og þeir og Shady og Shady var hana með og þetta var bara klárt, það var búið að manna áhöfnina. En við sem sagt urðum eftir og stofnum ævintýri og öllum að taka þetta létt bara og fórum og gerðum út frá Tónabæ. Og síðan urðum við mjög vinsælir þar og náðum okkur í svo kallan fanbase þar og fórum í Laugardalshöllina á þessa miklu pophátíð 1969, 4500 manns og allar hljómsveitirnar sem skiptu máli, fyrirgefið strákar. og svo var kosið og sett atkvæðaseðlar og svona og við unnum hljómsveitina og söngarans. Popstjarna ársins var Björgvin Halldórsson og ævintýri hljómsveit. Byrjuðu blöðin alveg svoleiðis á fullu og þetta bara var snjóbolti sem var stærri og stærri. Já, ekki bara blöðin, það ringdi sko aðdáendabréfum inn á Álfaskeiðið sem þú bjóst. Já, í Hafnarfirði. Já. Þetta var náttúrulega gífurlegt og svo þegar þetta var svo sko mikið að maður fór sko, maður eiginlega að taka þetta, reyna að gera eitthvað gott úr þessu. Hafa góð áhrif til góðs. Já. Ég sagði góðsögn í lifanda lífi og það ekkert alveg ástæðulausu og eitt af það sem viðheldur góðsögnar eru allar þær sögur sem eru til af þér. Þú ert með sérstakt orðfæri og sögur? Já, ég skal nefna eina. Þú komst hingað í sjónvarpið einhvern veginn fyrir nokkuð löngu síðan, nokkrum árum og þú varst látinn að hafa míkrafón sem þú áttir að syngja í og venjuleg míkrafón svona, hljóðnemi og þú byrjar eitthvað svona að prófa, ert ekki ánægð með þetta og kallar á hljóðmenn og segir hérna, gjörðu svo vel, hvað að þessu? Sko það getur vel verið að Magnús Bjarnfreðsson getur lesið fréttir í þetta en Elvis syngur ekki íspila. Já, þetta svolítið til í þessu. Þetta náttúrulega Sennheiser mikrafóninn frægi í plastinu sko og Magnús Bjarnfreðsson, fréttamaður, þeir voru alltaf með þessa mikrafóna. Þess vegna var hann bara kallaður Magnús Bjarnfreðsson. En sko Elvis var með RCA. Já, en hvað á það að þýða að kalla sig Elvis? Sko, ég svona hálfpartinn að gera grína sjálfur mér og fá aðra í lið með mér að hafa gaman að þessu. Einmitt. Og mér finnst bara gaman að vera með svona á brúninni með húmórinn. Já, einmitt. Og þetta veltur bara upp úr, ég meina, ekki bara hjá mér, hjá mörgum mínum kunningjum. Já, en þér einhvern veginn, þú nærð að lýsa einhverju þjóðfélagsástandi í 2 orðum eða einhverju manni í 1 orði og allar þessar sögur Það er náttúrulega að spara tíma. Það spara voða mikið tíma. Það eru frægar þessar sögur sem að þið birtið í bókinni, þú og Gísli Rúnar. Ný föt, sama röddinn og fjöldinn allir á sögur sem eru orðnar þjóðsögur sko í dag. Er þetta allt satt eða? Ný föt, sama röddinn satt, já. Segðu okkur aðeins frá því með þínum orðum. Það var góðvinur minn, við vorum í sýningu á Broadway og hann kom í nýjum fötum sem hann var á sko, í djobbið sko. Og það voru helvíti flott föt og honum passaði flott sko og ég meina, þetta var svolítið tilefni og þá var mér orðið, og hann var að fara að syngja í sjóunum með mér og þá sagði ég bara, nei, ný föt, sama röddinn. Þú veist, ég meina, þetta var ekki flóknara en það. Nei, en þetta er orðið mjög fleygt, En þessi svona stíll þinn að þú lætur svona svolítið stórkallalega stundum, þú segir eitthvað við menn og talar félagðina í bransanum svona stundum af bara passlegri virðingu. Já, stórkallalega, það finnst mér ekki. Nei. En verður einhvern veginn var við að fólki finnst þú vera að tala niður til þeirra eða svoleiðis? Já, ég er ekki að því. Þeir sem halda það, þeir verða bara að fara í einhvern húmórskóla eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara allt í léttleika augnabliksins. Já, einmitt, já, ég lít sko ekki stærra á mig heldur en næsta mann sko. Einmitt. Það er alveg misskilningur. Einmitt. Og allir segja þessi gott að vinna með þér og svona, það vantar ekki. Áframhaldandi þetta með orðfærið. Það er eitt orð sem að mér fannst þú missað út úr þér en sennilega bara er það að vera svo tamt. Þú veist, ég viðtalið við Jóni Ólafssyni og þá sagði já, maður þarf að vera í góðum tengslum við bolinn. Og þetta orð bolurinn, ég hjó eftir því. Það eru margir farnir að nota þetta orð, þetta er svona frá þér komið. Hvað, útskýrðu nú fyrir okkur eitt skipti fyrir allt, hvað er bolurinn? Ég hef nú aldrei þurft að gera það. Það er bara menn að fatta það. Já, ok, þú veist það bara. Nei, málið það að bolurinn er svona samnefnari yfir hinn venjulega mann.
bara almúga mann og í raun og veru sko límið sem heldur þjóðfélaginu saman. Hann fer í vinnuna og hann borgar skattana og hann vinnur þessar vinnur sem þarf að gera og þessi venjulegi maður. Já, það bolurinn. Það bolurinn. Þannig að þú ert bolur líka eða? Við erum allir bolir inn við beinið sko. Já. En svo til þess að gera smá tvist á þetta og hafa gaman að þessu sko, þá getur þú verið sko það er svona misjafnir bolir sko. Þeir geta verið 100% bómull. Þeir geta verið polyester og stendur sólning. Þú veist, þú fyrst hann gefins, þú fórst og gerðir við dekkið og svona. Ég meina það er til alls konar þrepp, sko. En innst inni erum við allir bólir inn beinið. Landbólana lengi lifi. Herðu, þú hefur gert ótal margt og það er ekki hægt að í svona stuttuspjall að fara yfir nema eitthvað brota ferlinum. En eitt af það sem þú hefur gert er að þú hefur tekið á móti fjöldanum öllum af heimsfrægum listamönnum hingað til Íslands. Já, það hefur verið mjög gaman að því. Já. Eða svona í listamönnum sem ég hef sérstakt dálæti á. Já, og haft jafnvel það var í gegnum þegar ég vann með Ólafi Laudal og hann var mjög ötull og flutti inn alveg svoleiðis heilu hessingarnar af frægu fólki. Já, hver eru eftirminnilegastir? Þeir eru svo margir maður. Það er náttúrulega Jerry Lee Lewis, það er nú næsti bæri við Elvis sko. Já, einmitt. Fats Domino, Victor Borge, Tom Jones, fínn náungi, Rod Stewart. Sem að maður hermdi mikið eftir í gamla dag. Sjáum brotaði þegar þú hittir Rod Stewart. Þið syngið saman á brotaði, hann ætlaði ekkert að syngja. Nei, hann var gintur upp á svið. Hann var særður upp á svið. Við skulum sjá hérna brotaði þessu. Já. Já, sko þetta þarna, það sem að það er eins og þeir séu að kyssast, þeir eru held ég ekki að því. Hann er að hvísla einhver að þér, og hann bendir á hálsinn. Já, hann bendir á hálsinn, sko. Hvaðan var þetta? Málið var það, sko, að ég náttúrulega söng Sweet Little Rock'n'Roller og öll lögin með Rod Stewart og hendi eftir honum í gamla dag. Og tekar náttúrulega í orginal tóntegundum. En hann gerir það ekki lengur, skilur. Það er allt fært niður. Eins og Pavarotti og þeir og svona. Hann var alltaf að segja, it's too high, Bo, it's too high, it's too high. Og ég sagði, ég meina, hvað er þetta? Þetta er þín tóntegund, hvað er rálega þetta? Neitaður að lækka þig? Þú voru bara að taka þetta. Það er gaman að þessi, það spurði hvort að næsti maður sem kemur inn hafi ert eitthvað... Píanóið komið sem sagt. Já, píanóið komið, já. Píanóið komið, ok. Það spurði hvort næsti maður hafi ert eitthvað af þessu, það er sonur þinn, einhver allra efnilegasti rockari landsins sem var kallaður í mokkanum einhver besti frontmaður sem nokkur hljómsveitir getur fengið, titill sem að þú hefðir á sínum tíma líka. Ég ætla að bjóða velkominn Krumma, sonur þinn, Björgvin. Krummi, gjörðu svo vel. Blessaður og sæll. Blessaður. Velkominn, gaman að hafa þig. Takk svo með. Þið þekkist, skils mér? Já, við þekkist. Herðu, hérna, það er aldeilis flottir dómar sem að þú fær með þinni hljómsveit Mínus. Já. Hæ? Það er aldeilis flott. Já. Og þið eru, hérna, við ætlum að fá lag með ykkur hérna á eftir. Já. Er þetta eitthvað sem að menn þurfa að undirbúa sig rosalega mikið undir, þarf að lækka í tækjunum og fara bak við sófasettið og svona? Ef þeir fyrir mikið rock'n'roll og svona, þá þurfir ekkert undirbúa sig, sko. Nei. En ef þeir vanir að hlusta á mig og pappa kannski. Nei, þetta er náttúrulega, þetta er mikið aðgengilegra en að vera í gamla daga, sko. Já. Og þið eru núna búin að taka upp plötu. Já. Sem að blaðamenn bæði hér heima og erlendis hafa verið að sýna mikinn áhuga og athygli og menn eru spenntir yfir þessu. Mjög spenntir, já. Er það að fara í einhverju nýjar áttir eða eitthvað? Já, við förum alltaf í nýjar áttir þegar við erum að fara að gefa út plötur, sko. Við höfum alltaf viljað vera hljómsveit sem reyna svona, reinventa, ég má náttúrulega enska orð. Já. Endurskapa ykkur. Endurskapa okkur. Þróast. En maður segir þeir sem við farinir aftur svolítið í ræturnar, en samt ennþá halda ég svona framsækið form, sko. Ég hlakka til að heyra ykkur eftir. Ert þú opinn fyrir þessu, Björgvin? Ertu rockari? Já, maður er rockari og bólurinn um bennið. Og hérna, þetta er alveg hörkuband, maður. Æðislegt power og ég er mjög gaman og fylgist vel með þessu og hann er bara á fínu róli með þetta, sko. Já. Og platan kemur út núna einhvern tímann í maí, er það ekki? Jú, það er að tala að hún kom út í byrjun maí. Já. Og bara, þú veist, vinnslan er í gangi núna, mastering er framöndan og hérna, þú veist, hljóðblöndin er alveg klárast og þetta er alltaf að koma til. Og færið þið þá eitthvað til útlanda að spila eða spilið þið hér eitthvað eða hvernig verður það? Við munum ekki spila, við verðum erlendis þegar hún kemur út hérna, sko. Við förum með myndið tónleikaferðalag
í byrjun apríl og verðum þar í ykkur 2 mánuði, þannig að það gott að við verðum akkurat úti þegar platan kemur í búðir erlendis, þannig að við getum verið svona... Svo komið þið hingað og leyfið okkur að heyra í ykkur? Svo komið þið hingað og, já. Eitt sem ég verð að minnast á áður en hleypir yfir til félaga þína, þegar þú komið þetta hár, þú varst nú ekki alltaf með svona sítt hár, þú ert sláandi líkur kallinum þegar hann var ungur. Já, ég hef þetta oft. Getum við ekki fengið að sjá mynd af honum þegar hann er með sítt hár? Björgun, hvenær þessi mynd tekin veit ekki einhvern veginn 72 eitthvað svoleiðis? 70, já. 70 tekið Háskólabíó ásamt. Já, sjáðu, ef þú setur svona tunguna aðeins út. Að gera tunguna aðeins út? Já, þetta er sami maðurinn. Þetta er sami maðurinn. Þetta er tekið í Háskólabíó á tónleikum með Kombo og Þórðar Hall, þar sem meðal hans Egill Eðvarsson var einn meðlima. Okkar meistari hér. Mikið svona happening band. Já, einmitt. Er hann jafn góður að þú varst þegar þú veist hans aldrei eða betri? Hann er miklu betri. Hann er miklu betri? Miklu betri. Já, það er lítið lætið alveg að drepa þig? Nei, það er alveg á hreinu. Ég var að hlusta á þetta gamla stöf sem ég var að gera early, sko. Þá er maður svona, maður er ekki nógu með þetta mikið á hreinu. Eða ekki? Ég er miklu betri núna. Miklu betri í dag? Já, núna kann maður þetta. Tökum undir það. Hverjum við félagarnir bíða. Takk fyrir að koma og gangi ykkur sem best. Ég hlakka til að heyra plötuna. Já, takk. Takk. Og við bara bíðum eftir Mínus. Come on! Ooh, sweet raven, trying to party. What the secret handshake? You who joined the club. What the lots of ghosts and drugs will have left them found, yeah. What is this I'm looking for? I'm coming all this way. Gotta give it up, oh give it up, oh give it up. Before I go numb. What is this I'm looking for, yeah. Ooh, sweet raver, it's time to get down. We both focus and drink champagne when we are never ashamed to get higher than everybody else. Kick on the tails, yeah. What is this I'm looking for? I'm coming all this way. Gotta give it up, oh give it up, oh give it up before I go numb. What is this I'm looking for? Yeah. We were focused to drink champagne. We were focused to drink champagne. We were focused to drink champagne. We were focused, yeah! We were focused to drink champagne. We were focused to drink champagne. We were focused to drink champagne. Now from the cocaine, alright. Yeah, it's time to get down. It's time to party. We're gonna party here all night long. Það var alveg rock. Þetta var sko rock. Þetta er almennilegt. Þetta er almennilegt, sko. Herðu, næsti gestur, þingmaður dáðadrengur. Hann er sveitastrákur af norðan en hefur farið víðar en marga grunar. Bjóðum velkominn formann Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs, Steingrim J. Sigfússon. Blessaður og sæll, velkominn. Gaman að koma í þáttinn. Takk. Blessaður. Herðu, er þetta ekki rétt mér, þingmaður dáðadrengur? Jú, þetta er bara... Og sveitastrákur af norðan? Já, alveg. Það er alveg hárrétt. Já. Ég sá þegar ég var að fara yfir í þinn feril að sem kom mér náttúrulega óvart. Það eru 20 ár síðan hann varst þingmaður núna í vor. Já. 83. Bara í lok apríl. Já. Svona tími fljótur að líða. Já, einmitt. Finnst þér þetta ekki að vera í gær bara? Jú, þetta er ótrúlegt. Já. En hvað kom til að sveitastrákur að norðan ákvaða að smella sér á þing? Já, það er nú það. Akkur ég er ekki bara bóndi í fyrstu fyrir. Já, einmitt. Já, það er nú, þú segir nokkuð. Auðvitað væri það fínt og ég held ég myndi kunna vel við mig þar en það er nú reyndar vel fyrir því séð, bræður mínir og mákonur búa þarna stóru og myndarlegu félagsbúi. Já. En ég lendi bara inn á annað spor, ég fór í skóla og út í heim og eitt leit af öðru og hér er ég. Já, einmitt. Og hvað þegar þú segist að hafa farið í skóla og út í heim og ég sagði líka að þú hefði farið víðar vegna þess að ég hef einhvers staðar lesið að þú fóst bara, þú lagði land undir fót og varst bara held ég hálft ára ferðalagi, ekki satt? Jú, ég tók þetta nú eiginlega með trompi sko. Ég hafði nú aldrei farið út fyrir landsteinana
og var 19 ára og þá fór ég sem skiptinemi til Nýja-Sjálands, alveg hinum megin á hnöttinn. Og smitaðist þar eiginlega þessari bakteríu sem ég hef nú ekki almennilega losnað við síðan og ég þó búinn að þvælast þó nokkuð. Að þykja gaman að ferðast og skoða ný lönd og þannig að ég kom tilbaka eftir þetta skemmtilega ára á Nýja-Sjálandi alveg harðákveðin í því að halda þessu áfram og síðan lögðum við árið seinna land undir fót, 2 félagar og ferðust í hálft ár hnöttinn með bara bakpókann og stuttbuxurnar af vopni. Og þetta er nú svona einhver yndislegasti... Þú tvítugur? Já, rúmlega tvítugur. Einhver besti tími lífs míns. Við brölluðum margt þarna á Kyrrahafseyjunum og enduðum ferðin á því að fara þvert yfir Ástralíu. Eftir að hafa farið yfir Kyrrahafið? Eftir að hafa farið frá Bandaríkjunum, Kaliforníu til Hawaii og Fiji og Nýja-Sjálands og vorum sérst á þessu svæði sem er nú mjög skemmtilegur heimsluti en dálítið fjarlægur okkur. Og svo enduðum við rispun á því að fara þvert yfir Ástralíu. Orðnir auðvitað skítblankir og við áttum $30 þegar við lentum í Sydney. Og við komumst þvert yfir Ástralíu og lifðum í 3 vikur á $30 ástralskum og gerir aðri betur. Svo er maður náttúrulega fátækt hér. Þú átt að kenna þessu fólki. Þetta er engin smá ferð? Nei, þetta er rosalegt meginland, heilt meginland og þar af er ferðin yfir eyðimörkina, yfir til vestur Ástralíu, yfir Nullarbor er ju bara meir en sólarhringsakstur. Og við vorum nú reyndar með farmiða þann legg. Því ef maður er það ekki getur maður lent í því að sitja marga daga við veginn og byggjum far og svo er maður látið borga hluta bensíninu. En að því að þetta er nú allt orðið fyrnt sko svona í skilningi refsiréttarins þá get ég nú alveg sagt frá því að það lendi nú ein svona appelsína ofan í okkur sem var nú ekki vel fengin. Við meðum hvernig ég að lifa á $30 í 3 vikur. En þetta var gaman. En það er svolítið fyndið að þú hafir svona farið víða vegna þess að sko einhverjir gætu haldið að þú væri svona eitthvað væri einmitt sveitarlegur og væri bara einhvern veginn að norðan og færir ekki neitt og svona. Ég einmitt þegar ég kom inn á þing, það var gaman að segja frá því, þá var nú Guðrún Helgadóttir sem er nú rithöfundur og kemst stundum vel að orði. Hún var eitthvað spurð út í þennan kjaftfóra rauðharða eða rauðskeggjaða strák sem væri komin inn í þingflokkinn og hún dæsti við og þá varstu hvað gamall? Þá er ég 27 ára og segir eitthvað og dæsir svo og segir og svo er hann víst hagmæltur líka. Og það fannst henni nú alveg taka steinin úr. En er það ekki rétt samt? Þú ert ágætlega hagmæltur. Svo mér er sagt það. Ég vísa nú á bræður mín eða bróður minn hvað það var. Ég hef hann að henda fram stökum á mannamótum. Ég veit það líka sko. Við höfum aðeins hérna við Björgitund gripið saman við að skemmta. Og jú, ég ger þetta eins. Ég er alinn upp í mikilli kveðskaparhefð og mér þykir mjög vænt um hana og ég myndi síðast af öllu sverja af mér þennan uppruna að vera alinn upp í sveit og í þessari hefð sem mér þykir mjög vænt um. En það er líka gott að vera svo til heimsborgari. Og þetta hefur nú stundum komið sér vel eins og Björgi segir á svona herrakvöldum og svona að geta kasta fram vísu eða farið með kveðskap. Ertu ekki með eitthvað fyrir okkur hérna núna? Ég er svona alltaf hefnist manni sko. Stundum er hægt að afgreiða málin snirtilega í vísu ef maður er sæmilega fljótur og það kemur í staðinn fyrir langa ræðu. Og ég náði nú einu ágættu skoti eða minnst kosti náði svona jafna reikningana við hann Guðna sem var hérna hjá þér í þætti daginn. Guðna Ágústsson. Hann var að bjóða mönnum í glasa eftir búnaðarþing og hérna hélt nú helviti mikla svona ræðu hvað landið væri fagurt og frítt og allt þetta. En gat nú ekki setið á sér að skjóta pínlítið á vinstri græna í leiðinni. Þannig að ég svaraði nú bara með vísu sko. Ég held ég muni hvernig var. Hér hefur Guðni mikið malað og mann og annan þreytt en það er gáfa að geta talað svona glæsilega ekki neitt. Og þetta dugði alveg sem svar var miklu betri en löng ræða. Og svo komið að því við Björgum vorum að tala hérna á hann hann næra þessu líka, þú ert náttúrulega ekki í ferskeytlunum samt eða lítið. Nei, ég er nefnilega ekki nógu góður í því, sko. En þú hefur gert textan á því. Já, ekki mikið. Nei, en það er saman hefðir. Betri, sko. Þetta er eins og sagan sko, mannin sem spila hana eins og gítarinn, hann tekur ekki öll sólóin, sko. Nei, akkurat. Við ættum kannski að prófa að rugla saman reynd. Já, það væri rétt. Heyrðu, en hérna þið ætlaði að sitja áfram, en við ætlum að bæta enn hér í hópinn, ekki verða hann lakari við næsta gest. Það hefur komið þessi margir að beðið eftir. Við ætlum að frumflytja endanlega útgáfu af Eurovision-laginn okkar og sýna splunkunýtt myndband við lagið. Og það er engin önnur en popdrottningin okkar, Birgitta Haugdal, sem kemur með þetta hingað til okkar. Gjörðu svo vel, Birgitta. Blessuð og sæl, gaman að fá þig í þáttinn. Og fá þessa menn kannski þekkiru. Já. Jæja.
Heyrðu, og þú ert með þetta bara í hendinni. Já, ekki rétt ég fái þetta og láta einhverja tæknimenn hafa þetta til þess að setja í spilun, svona. Heyrðu, þetta er tilbúið. Já. Já. Einhvern veginn bara, og næsta skrifi bara Ríka eftir 2 mánuði. Já, akkurat. Nú er bara að fara að æfa hvernig maður ætlar að vera á sviðinu, sko. Já. Og stúdera fötin og eitthvað. Einmitt. Ég hef ekkert hitt þig síðan daginn þegar þú sigraðir á sviðinu í Háskólabíói. Er þetta búið að vera mjög strembið síðan? Já, þetta er búið að vera rosalega mikil vinna. Aðalega kannski út af öllu þessu fjölmiðla fári. Já, einmitt. Sem var þarna eftir keppnina. En þetta er búið að vera bara rosalega gaman. Er það ekki? Að gera myndbandi og svolítið skrítið að vera að gera eitthvað svona einn. Ég er alltaf með hljómsveitina bak. Við erum alltaf að gera allt saman, nú er ég svona ein. Svona öðruvísi tilfinning. Já. Fylgdist ekki með þið þegar hún vann glæsilega á sviðinu? Jú. Eins og 75% þjóðarinnar skilst mér? Jú, og náttúrulega 100% Þingeyinga. Já, auðvitað. Ég fekk að heyra það frá mömmu og pappa. Það voru Eurovision partí út allt. Já, einmitt. Já, það er bara glæsilegt. En við vorum að tala um það að það eru 20 ár síðan að Steingrímur settist á þing og fyrir 20 árum var Björgvin að gera þetta allt vitlaust eða ekki, var ekki HL þá og Brimkló þá og alls konar hlutir í gangi. Það er á svo langt síðan. Já. Við bara Ganni líka því okkur langar að vita hvað þú varst að gera fyrir 20 árum síðan, þar sem þú varst nú ekkert mjög fullorðin akkurat, en með ágætri hjálp móður þinnar Önnu, þá fengum við að sjá svona aðeins smá brota hvað þú varst að gera fyrir 20 árum. Kíkjum á það. Sendi mamma þér? Já, mamma þín sendi þetta. Þarna ertu fyrir bak við bróðurinn þinn, eða ekki? Nei, þetta er frændið minn. Þetta er frændið þinn, já. Þú ert hans lík þér, þarna? Já, það ekki. Já. Og meðan þetta þá er Steingrímur að setja svo þing og Hann er maður. Þú ert alveg sætt þarna í dag. Já, ég er ekki mikið breyst. Ég held að ég hef breyst meira. Finnst ykkur þið vera aðslega gamlir þegar þið sjáu þetta? Ég laust það. Maður er svona ekki alveg eins ungur og maður var. Eins og það varst fyrir þetta innslag. Það er gott að vera jarðfræðingur á svona tímum og vita það hvað tíminn er afstættur. Já, einmitt. Herðu, en hvernig er það, Birgitta? Nú er lagið komið á ensku, er það ekki? Jú. Með enskan texta? Jú, lagið heitir Open Your Heart. Open Your Heart. Það er svona, það hljómaði betur heldur en Tell Me All. Það var svona Tell Me bara. En það er rosalega fallegu text og ég er bara rosalega ánægð með það, svona ensku. Ég held að það yrði skrítnara að heyra það ensku, en það var, sko. Ég hlakka til að heyra þetta og það er aðeins búið að breyta útsendingunni örlítið. Já, eitthvað pínu, einhverja fínu sýningar, það er nú ekkert... Nei, þetta er, ég heyrði þetta og þetta er bara sama góða lagið. En það er líka búið að ákveða það ekki hverju verða með þér á sviðinu út í Ríka. Jú, þar verður Hanni og Viggi úr Írafár og svo verður hann Heppi sem er bassaleikari í Skítamóral. Þannig að þú ert með einvalalið. Já, en ég er með bara góða vinahóp. Já. Slökum bara á spennunni og fáum að sjá framlag okkar. Endilega. Sem að mun hefja leikinn í Ríka eftir 2 mánuði. Og vinna bara. Og vinna, ef ekki bara segja það. Gjörðu svo vel. Every time you close your eyes, I can see the light that you're hiding, like a shadow in the sky, of an eagle's wing when it's gliding. Don't be afraid, I'm not gonna run away. Don't let it wait until it's too late for what you have to say. Open your heart, show me the pain. It's all part of who you are. Tell me your dreams, your hopes and your fears. Just open your beating heart to me. Everything you share with me turns a little darkness into light, and that is how we're meant to be. Truth will keep the light shining brighter. Open your heart, show me the pain. It's all part of who you are. Tell me your dreams, your hopes and your fears. Just open
Þetta alveg meiri háttar. Já. Og ég var að finna á netinu að meiri segja bara gamla hallarislega íslenska útgáfan af þessu. Já. Það var að koma svona fyrsta niðurstaðin í einhverjar spár og þar okkur spáð 5. sæti og það sem sagt, það hefur ekkert komið á ensku, ekki neitt og enginn skilur textan. Hvað þýðir það, Björgi, sem gamall í hettunni í þessum fræðum? Það þýðir fyrsta. Þetta bara mjög gott. Já. Þetta mjög gott og vitið og fínt, þetta á örugglega að bara ganga nokkuð vel. Já. Við skulum passa okkur á þessu. Já, akkurat. Bara hún gerir sitt besta og þá allt í góðu lagi. Íslendingar halda alltaf við sem alltaf fara að vinna. Já. En þetta hansi glæsilegt, Birgitta fyrir aftan þig með mannhæða stöfum. Ef mér einhvern tíma liðið eins og stórstjörnu, þá var það þetta að tekið upp, Ég var einmitt að pæla hvort ég ætti ekki að fara að koma með eitthvað attitúd eftir myndbandi. Einhverja stjörnustæla. Ég var mikið að pæla í þarna. Ný född sama röddun og get sagt það hefur oft virkað vel. Já, akkurat. Þessi perustafir eru náttúrulega bara Elvis Vegas. Já, akkurat. Pottþétt, það klikkar aldrei. Ekki bara Elvis og Vegas. Þeir sem horfa át út í Evrópu, þeir bara, Ég nefnilega að sé ekki bara Elvis Vegas að því að okkur menn alltaf að endur uppgöta eitthvað Elvis Vegas, ég segi líka bara Bó Ísland, kíkjum aðeins á smá hérna. Þú meina það? Já, kíkjum hérna aðeins á Aðeins minni peru. Já, aðeins minni. Nei. Já. Þetta var örstuð, Þetta er 79. Þetta er 79. Ekki alveg jafn stóri stafir. Annars ég reyna að stæla þig, En er ekki líka fínt að hafa svona mann, þegar hann var gamall og þú ert núna, þá var hann náttúrulega í, þetta er poppstjarna 20. aldarinnar og poppstjarna 21. aldarinnar. Er ekki gott að hafa svona síkarænan mann til að geta, ég er til að vera þarna eftir 30 ár? Jú, veistu, ég hef alltaf litið rosalega mikið upp til Björgvins þegar pabbi hlustaði alltaf á plötunar hans í gamla daga. Þegar pabbi er að ryksuga þá var hann alltaf með HLH og eitthvað svona í botni Þannig að ég söng með þessu Ég átti aldrei neinar kassettur eða neitt svoleiðis. Varst þú Björgvins aðdáandi? Ef þú hefur svona eins og Björgvin að batna stanslaust með aldrinum þá verður þú rosalega góð. Já, ég ætla að vona að það gerist. Voðalega Björgvin, það er alveg magnað mér finnst hann hafa alltaf verið betri og betri þegar ég heyri í honum. Já, varst þú í höllinni 69? Nei, þá ég nú verið bara norður í landi held ég. Bara raka? En ég meina, Björgvin er einn af stóru stjörnunum Það við ekki tekið til því að þetta byrjar eiginlega alltaf á B.E. Það eru Bubbi og Björk og Bjöggi og Birgitta og allt er magnað. Að vísu eru svona smá númer eins og Sigur Rós og Karli Kórin Heimir og svona líka. En B.E.n er alveg ótrúlega sterk í þessu. Framsóknarflokkurinn nýtir sér eftir baráttunni. Já, botlega, já. Ert þú klár í Framsóknarflokkurinn? Ert þú klár í kosningabaráttunni? Já. Ertu að lyfta á lóðum eða eitthvað, hvernig undirbýrðu þig? Nei, ég er bara að reyna að vera í góðu formi, bæði andlega og líkamlega og já, ég nýt nú góðs að því að vera svona í sæmilegu formi líkamlega. Já, ertu ekki fjallgöngumaður mikill? Geng á fjöll og svona. Og svo bara undirbý ég mig andlega með því að hugsa og vera alltaf að hugsa. Já. Hvað með ykkur? Hvað með, ég sé ykkur á balli og þið eruð þú veist, þetta er 4-5 tíma aeróbic tími bara, þið eruð alveg fullu allan tíman. Er það nóg til þess að halda sér æfingu eða ertu í einhverju öðru líka? Nei, ég hef nú ekki tíma fyrir neitt annað þó að ég þyrfti nú ábygglega á því að halda að fá smá vöðu utan á mig En þetta er náttúrulega bara leikum. Þegar þú ert að spila kannski 3-4 sinni í viku, þú ert alltaf í aeróbiki. Þú veist, allavega ef þú ert söngvarinn sem ert að hoppa og vera í fjöri Já, er það með þið Björgi? En maður á náttúrulega að hreyfa sig meira og það er nú aðalega hjá mér hugarleikum eins og hjá honum og maður ætti að hreyfa sig meira en það er í raun og veru, það er ekki tími til þess. Þá segja hinni sem vilja að þetta gera þetta segja nú allir. Bara finna þið tíma. En þessi hugarleikum, ertu í einhverju jóga eða svoleiðis eða? Nei, bara svona. Í sófaleikum með einhverju. Nei, þetta er maður náttúrulega tekur svolítið mikið út að spila svona lengi og sérstaklega hún örugglega meira að hamast svona. Og þú ert náttúrulega á milljón ennþá, þú ert að fara að gefa út plötu eða ekki í haust og aðra í sumar. Ég er að spila núna hverja einstu helgi og ég er að fara að gera Íslandslög 6 sem kemur út í 17. júní. Ég ætla að gera sólóplötu fyrir haustið og það er alltaf fullir. Og ég hef eitthvað heyrt af því að Brimkló sé að koma saman aftur? Já, við erum búin að byrja að æfa, við ætlum að taka 6-7 tónleika í sumar. Keppa við Skítamoról sem eru að koma saman líka? Já, við ætlum að vegna fjölda áskorana eins og segir í kvæðinu. Já, einmitt. Og Birgitta, það er bara eftir 2 mánuði. Opnar þú með Open Your Heart, þá opnar þú sýninguna í Ríga? Í Ríga, já. Færðu stingið maður þegar ég segi þetta?
Já, ég viðurkenni, ég fæ smá fiðring. En það er nefnilega þannig að þegar maður er mjög stressaður, þá bara reynir maður miklu betur og gerir miklu betur. Akkurat. Þannig að maður er að nýta stressið. Við verðum öll á bak við þig, hann úti. Ég ætla að vona það. Þá verður allir sáttir við útkomuna. Já, hafa gaman að þessu. Það er besta leiðin til að gera sér hlutina létta. Það er bara að hafa gaman að þessu. Akkurat. Heyrði, takk fyrir komuna öll. Frábært að fá ykkur. Takk fyrir okkur. Og við sjáumst einhvern tímann fljótlega og gangi ykkur vel í ykkar verkefnum á næstu mánuðum. Takk fyrir kærlega. Og þakka ykkur líka fyrir kvöldið. Við verðum að hér að viku liðinu auðvitað og sjáumst þá. Verið sæl. Bless.